Jafnvægi skiptir miklu máli í Kung Fu ballett. Það sé alltaf krakkarnir sem æfa það á Ólafsfirði og við getum alveg sleppt af þeim eins og þau á okkur. Geturðu sagt mér, hvað eru þið að gera hérna? Við leikum stundum eins og dýr og eitthvað og svo erum við að dansa ballett, karate eða kung fu eða eitthvað. Hvað er skemmtilegast við þetta? Ætli það sé ekki að leika dýr í persónu. Í listhúsinu á Ólafsfirði dvelja listamenn og vinna að listsköpun sinni. Margir þeirra taka virkan þátt í bæjarlífinu eins og Kenzie Smith sem dvaldi þar nýlega og hélt reglulegar vinnustofur með börnum í Fjallabyggð þar sem þau lærðu Kung Fu ballett. I am combining martial arts and performance outside of the context of stage combat. So first I'm taking Northern Shaolin Kung Fu and drunk style Kung Fu and pairing them with ballet for a new dance style. And then the other thing I'm doing is I am combining internal martial arts like Qigong, Tai Chi, and Mei Hua Chuan with acting techniques and creating characters based on animal and elemental energies. Your background lies in martial arts and dancing? In dance, martial arts, theater, writing, sports, kind of all over the place. Whatever's like fun and exciting. Django, have you always been alone? Hvað eru þið að læra hérna í dag? Bara karate og eitthvað. Og hvernig finnst þér það? Bara gaman. Hefurðu prófað eitthvað svona áður? Já, einu sinni. Hvað ertu búin að læra? Ég er búin að læra að karate og ballett getur virkað saman í dans. Og hvernig kemur sú blanda út? Skringilega en samt mjög gaman að læra hana. How did you come up with the idea of working with the kids here in Ólafsfirði? Well, I was hoping to be able to teach workshops while I was here, and when I came over to see what I could do here at the center, I found out that there was kids who often came in and did stuff, and I've worked with kids before, and kids are really fun, so I thought I'd teach some workshops for kids. Þegar við ræddum við Kenzie hafði hún þegar haft eina vinnusmiðju með krökkunum og hlakkaði mikið til framhaldsins. It was a total blast. Everyone had so much fun, myself included, and we spent 1 hour doing the Kung Fu ballet combination and then 1 hour doing the acting stuff. I thought it was very successful. The kids picked it up quickly. It was fun and silly and playful. Við erum að læra dans, svona karatedans, svo erum við líka að leika og við erum bara búið að gera svona listir, já. Hún er listakona kom frá Kína og Bandaríkjunum og eitthvað og við erum að æfa hjá henni dansa og að leika dýr og eitthvað. Hvað er skemmtilegast við þetta? Mér er skemmtilegast ef við fáum að leika dýrin. What's your goal or hope for this work with the kids? Well, I hope to also be able to teach back home and also perhaps teach elsewhere at artist residencies around the world as I continue to travel. Yeah, so for these kids, I hope they have a lot of fun. I hope they learn stuff, gain some confidence and new skills. Það er vissulega komin miður janúar en jólasnjórinn er ennþá hérna á Akureyri. Við ætlum að skella okkur inn í lokin í eitt jólaviðtal. Margrét Lára og Úlfar, nýjustu sjónvarpsstjörnurnar á N4. Take it away. Nú ætlum við að hitta káta krakka, Margréti Láru og Úlfar. En þau eru orðnar sjónvarpsstjörnur. Velkomin. Mátti ég kynna ykkur svona?
Já, þetta er mjög flott. Já, var þetta flott hjá mér? Af því þið hafið áður komið í sjónvarpið. Já. Mér finnst þetta mjög svona... Kósí. Hvað finnst þér? Bara mjög venjulegt. Já, þið voru svolítið hissa að koma í stúdíóð og sjá hérna Mér finnst mjög leiðilegt að horfa á svona þætti. Já, er það? Ætlar ekki að horfa á þennan þátt? Jú, kannski. Kannski að því að þú ert í honum. Þá kannski verður það skemmtilegur. Getur það verið? Við sjáum til. Við skulum reyna að gera hann skemmtilegan. Krakkar, nú er að koma jól. Hérna, eru þið eitthvað að spá í það? Hugsa um jólin? Já. Eru þið eitthvað spennt? Já, mjög. Hvað er það svona sem ykkur finnst mest spennandi við jólin? Snjóðinn. Snjórinn? Já, hann er nú eiginlega bráðna hérna á Akureyri. Ég veit, það er mjög leiðilegt. Það er mjög leiðilegt, já. Haldið að koma aftur snjór fyrir jól? Það eru nokkri dagar. Það er heil vika. Nei, það er ekki heil vika. Þessi þáttur eru á föstudegi. Það eru nokkri dagar. Já. En eru þið eitthvað að fá í skóinn frá jólasveinunum? Já. Já. Þú líka? Já. Fáið þið kartöflur? Nei. Akkur ekki? Ég fekk 3 pakka af perlum í skóinn. Ég fekk í gær, þá fekk ég svona sokka og það í einu sokkinum þá var svo marga karamellu. Nei. Jú. Skrítið að setja karamellur í sokk. Það var á leikritinu. Hvað leikrit? Línu langsokk. Já. Voru karamellur þar líka? Já, í sokki. Já. En ég vildi ekki fá nammi. Nei, eru þið búin að sjá Línu langsokk? Já. Í Freyvandsleikhúsinu? Já. En hérna, eru þið eitthvað sérstaklega stillt jólin eða? Ég er mjög stillt. Ég líka. Já. Af hverju? Út að maður á bara... Vera stilltur? Já. Af því að gerist eitthvað annars? Nei, en maður á samt að vera stilltur í öllum matarboðum og þannig. Já, og eru það að fara í mörg matarboð, haldið þið? Já, ég. Já. Ég? Þú líka? Finnst ykkur erfitt að vera stillt í matarboðum eða? Nei. Og einhver tíman, einhver tíman, þá fæ ég möndlugaut, hann sem fær möndluna í gaupnum, hann fær pakka. Í alvöru? Hefur þú einhver tíma fengið möndluna? Já. Er það? Já, tjóðsað. Í fyrsta skipti sem ég smakkaði möndlugraut, þá fekk Torfhildur. Fekk Torfhildur möndluna? Já. Varst þú spæld? Nei. Nei? Þú bara samglæddist henni? Já. Hefur þú aldrei fengið möndluna? Nei, þetta var í fyrsta skipti sem ég prófaði þennan leik. En finnst ykkur ekki möndlugrautur svolítið góður? Jú. Já. Hann er náttúrulega bara eins og grjónagrautur, er það ekki? Já. Með möndlu í? Já. Mamma kláraði fyrst grautinn. Já, var hún svolítið spennt að athuga hvort hún væri með möndlu? Nei, en Torfhildur fór í fílu út af því að hún mátti ekki eiga þetta spil ein. Voru spil í verðlaun? Og hún vildi eiga það ein? Já, oft er þessar gjafir svona sameign, sko. Já, ég skil. Þetta er bara skemmtilegu leikur og það er skemmtilegt að vinna. Þó maður eiga það ekki. Nei, nákvæmlega. Þetta er hárrétt athugað hjá þér, Margrét. En þú hefur unnið tvisvar möndlugrautinn. Já. Og manstu hvað þú fyrst í verðlaun? Spil og spil. Spil og spil, það er ekkert flóknara. Það er gott að þetta sé ekki alltaf konfettkassi. Þá fær maður kannski bara ógeð á konfetti. Finnst þið ykkur konfett gott? Já. Aha. Sund konfett. Er einhverjir mólar sem eru vondir? Já. Mér slakkar sér ekki vera góður. Nei. En þér, Margrét, finnst þér einhver móli vondur? Já, en bara ég er ekki mikið í þessu konfetti. Þú ert ekkert mikið í namminu eða hvað? Nei. Ertu svolítið hollustu manneskja? Sko... Borðarðu nammi? Ég borða ekkert mikið af namminu, en það er dálítið skrítið heima hjá mér. Nú? Út af hjá pappa fæ ég 2 sinnum í viku nammi. En það eru engin nammidagar hjá mömmu út af ég fæ það svo sjaldan. Ég skil. Þetta er alls konar hjá okkur. Ég er dótt svona grænmetisækja. Ert þú orðin grænmetisæta? Hættur það bara kjöt? Eða hvað? Nei, ég borða líka svona kjöt. Já, svona stundum bara. Já. En mikið grænmeti? Já.
Fáið þið jólasteik? Já. Já? Ég borða ekki mikið af jólamat. Nei. Stundum bara eins og hangikjöt. Finnst þið það ekki gott? Nei. Og ekki flatbrauð. Ekki flatbrauð heldur? Nei. En eitthvað svona eitt sem við viljum segja að lokum svona við fólki sem að horfa á sjónvarpið að hafa í huga jólin? Eitthvað svona ráð frá ykkur? Dettur ykkur eitthvað í hug? Nei. Veistu hvað mér finnst jólin snúast Nei, segðu mér það. Bara að vera með fjölskyldu og skemmta sér. Já, maður fær svona jólafrí. Fá smá jólafrí, vera með fjölskyldunni og skemmta sér. Þetta eru bara frábæri loka orð af því að nú þessu viðtali lokið. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn, Úlfar og Margrét Lára. Það var æðislegt að fá ykkur. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Það er svo gaman að fylgjast með yngri kynslóðinni. Maður finnur alveg barnið í sjálfum sér. Einu sinni þá ætti ég að tróða þessu hérna, en það er liðin tíð. Og þessi þáttur, hann er liðinn í bili. Sjáumst í næstu viku.